Já, Björgvin, fyrsta æfinga eða ekki eða? Já, þetta svona nýfæra stað. Hvernig líst þér á þetta? Mjög vel, so far. Lítið búið að gerast ennþá, við erum bara á þeim taktík og svona koma okkur saman og byrja bíóið sko. Þetta fer vel að stað og lofa bara góð þó svo vanti nokkra og ykkur sé laskaðir. Þannig sýnist nú vera ágætis stemming í hópnum svona þó að meiðslalisti sé einhver? Já, það er alltaf stemming hjá okkur og það hefur aldrei vantað hana held ég. Þannig það byrja bara frá með fyrstu æfingu og með fótboltaleiknum í fyrstu æfingu, þannig að 3-1 fyrir gömlu, 3-0 fyrir gömlu fótboltanum og það er jákvætt og menn eru ferskir og menn hafa gaman í það sem við erum að gera og það gerir vinna henni betri ef við gaman í það sem við erum að gera. Þannig að við erum alltaf ferskir og bara spenntir fyrir framhaldinu. Hvernig svona, við hefðum viljað sjá meiðslalista minni svona með að við hvað riðillinn okkar er og rosalega sterkur? Já, klárlega. Þetta er auðvitað sterkur riðill sem að fara í og mikið spurningamerki í hópnum. En það kemur bara maður í mann stað og ef ykkur fær ekki með til Þýskalands núna á æfingamóti þá fá bara fleiri aðrir séns og ungir og reynslu minni. Það eykur bara breiddina og gefur öðrum mönnum séns þannig. Við erum ekkert að kvarta yfir því og menn bara þurfa bara að stíga upp meira fyrir vikið þeir sem eru á vellinum. Sjaldan kannski sé eins mikla samkeppni að komast í liðið eins og núna? Já, klárlega. Það er Aron Kristjáns á erfitt verkefni með höndum að velja lokahópinn. Burt sér frá meiðslum og fleira, þá verður bara menn að berjast fyrir sætinu og mikið hæfileikar gaurin sem eru að keppa stað og það verður ekki auðvitað okkur fyrir hann. Þetta er mikið skemmtun í æfingum en í leiðinni mikið barátta og menn að berjast fyrir sætinu líka og berjast við félaginu í sömu stöðu. Svona með þitt lið úti, Bergisjörn, það er svona aðeins kannski dalað en þeir á fleiri fyrir þá? Já. 15 stig á þessum tímapunkti hefði við tekið allan tímann sko, ef okkur er búið það á sín tíma fyrir tímabilið. Byrjum frábærlega og náðum ekki alveg að fylgja eftir, síðustu leikið hafi verið erfir og við erum að spila þokkalega samt, nema í síðasta leik voru við skelfilegir, annars erum við búin að vera heilt mjög góðir, búin að vera að stríða þessum helstu bestu liðum þetta var svona undir seinni partinn þá voru þetta svona aðeins að hægjast á sig hjá okkur og ekki alveg nógu góð úrslit en þú má segja bara að pásan hafi komið á harðum tíma fyrir okkur. Þá getum við bara núllstillt sig aðeins og nú fáið 5 vikur í undirbúning fyrir næsta hluta. Og það er bara kærkomið að setja bara stoppið hér og sjá 15 púnta og það er bara jákvætt þó svo þetta verið erfitt síðustu mánuði. Svona meiðslunum aftur á liðinu, markmennirnir þeir eru aldrei meiddir? Nei, við megum ekki vera meiddir. Leika þeir sem eru svona hálfmeiddir eða eitthvað að bíða á okkur, við verðum að býta jaxlinn, það er fullt af mönnum sem eru alveg meiddir, þannig að við þurfum að hindra að býta jaxlinn sem eru svona eitthvað aðeins tæpir. Við erum bara stundum bara í markinu og gerum lítið, þannig að við getum ekki verið með okkur líka. Það er svona, ef við skoðum vörðinni, fyrsti leikur Noregur, maður á nú ekki von á öðru en að við mætum bara mjög sterkir þótt fyrir svona einhver smá forföll. Já, sérlega við erum alltaf flesti leikir á móti Noregi hafa verið hörkuleikir og þeir eru með mjög skemmtilegt handboltalið, flott handboltalið og virkilega góðir og rosalega misjafnir á stórmótum. Ef við byrja mótinu vel þá eru þeir yfirleitt góðir sem eftir á mótinu og ef við byrja mótinu illa þá svona hreinur undan hjá þeim. Þannig að það veltur mikið um fyrsta leik og kannski að slæma við að við mætum fyrsta leik, þannig að svona undir okkur komið að slökkva á þeim strax og svo það verður mjög erfitt og þeir eru með ykkur spurningamarki, Kristján Kelling er að koma aftur inn, þannig að það er svona ykkur spurningamarki þeim líka. Þetta er bara hörkuleikur sem það þarf að taka alvarlega og sérstaklega þetta er fyrsti leikur í mótinu, það er mikið undir að byrja mótið almennilega og nei, alls ekki. Þannig, já. Takk fyrir það.